Google með Project Suncatcher þar sem þeir eru að stefna á 2027 og við erum að tala þetta er ekki eitthvað svona sci-fi koncept sem þeir leika með. Nei. Þeir eru bara með verkefni þar sem þeir ætla út í game með gagnaver. Já, góðan daginn og verið þið velkomin í þetta hlaðvarp gervigreind. Við erum með mjög spennandi viðfangsefni framöndan. Sverrir, þú ætlar að segja mér aðeins frá furðulegu gagnaveri. Já, sko við ætlum að prófa aðeins öðruvísi fyrirkomulag. Við ætlum að taka styttri þátt. Já. Við ætlum að sjá hvort að það virki fyrir okkur að taka fleiri þætti, hafa á styttri. Þannig að við ætlum að ræða eitt svolítið skemmtilegt konsept sem að ég búinn að vera að sjá út allt á feedinu mínu undanfarið sem kom mér svolítið óvart að þú verður ekki búinn að heyra um. Já. Og það er gervigreindar gagnaver í geimnum. Crazy pæling. Sem hljóma bara eins og ég hafi verið að búa þetta til þess að þetta myndi hljóma vel, en þetta er eitthvað sem alveg verið að skoða. Ég er búinn að vera að sjá meira og meira um þetta, YouTube, X og hinum þessum stöðum. Í fyrsta lagi, það er engin að þessu nú þegar. Okay. Eðlilega kannski. Hvað veit maður? Já. Nei, en pælingin er samt svolítið áhugaverð. Af því núna er búið að vera rosalega mikið af pening undanfarið sett í gagnaver á jörðinni. Það er búið að vera að eyða milljörðum dollara í að byggja upp gagnaver. Og þegar þú ert að díla við svona stórar upphæðir, að þá allt í einu fara stórar upphæðir í öðru samhengi að virka rosalega litlar. Til dæmis er kostnaðurinn af því að koma efni út í game búið að vera að falla rosalega hratt þökk sé fyrirtækjum eins og SpaceX í Bandaríkjunum sem eru búin að skala upp framleiðslu eldflauga hjá sér þannig að þeir geta flogið oftar og að sjálfsögðu eru að lenda þessum eldflaugum þannig að þeir geta endurnýtt þær í staðinn fyrir að vera að búa til nýja eldflaug fyrir hvert einasta flug. Og þá allt í einu er hægt að fara að skoða pælingar að koma hlutum út í game sem hefði aldrei verið fýsilegt að gera áður. Og eitt af þeim hlutum sem að pæla í að setja í game eru gagnaver. Þú þarft náttúrulega ekki alltaf sama ef þú ert með gagnaver í geimnum og þú ert með á jörðinni. Þú þarft ekki að pæla eins mikið í landsvæði, sem dæmi. Þú ert ekki að kaupa land. En þessi fyrirtæki eru náttúrulega að kaupa land á stöðum þar sem það er hentugt. En ein af helstu skorðunum sem þessi fyrirtæki hafa verið að skoða þegar þeir eru að velja staðsetningar fyrir gagnaver er hvort sé orka á staðnum. Og þá pæla maður hvar ætlar að stinga þér í samband þegar þú ert út í game. Einmitt, mjög löng snúra. Já, bara ógeðslega lang snúra og það er bara hvernig þið ætla að gera það. Nei, og helsti orkugjafinn sem er í boði þarna úti er sólarorka. Algjörlega. Og það er svolítið mikið áhugaverðum svona staðreyndum eða vísindum á bakvið af hverju þetta gæti meika fjárhagslega sens. Til dæmis er sólarorka að minnst ákvæmsti 5 eða 10 sinnum ódýrari út í game. Það er að segja, ef þú ert með sama sólarpanel út í game, þá getur hann verið að fá 5 sinnum meiri orku heldur en ef sami sólarpanel væri á jörðinni. Það er orkutap í gegnum andrúmsloftið og svo eru nætur á jörðinni og svo eru líka ský á jörðinni. Allt þetta minnkar hagkvæmni þess að hafa sólaraflögur. Ef þú kemur nefnilega gervihnöttum í slíkan sporbaug jörðina að hann fer aldrei í rauninni, nánast aldrei í skugga jarðarinnar, að þá ertu með sólarorku konstantli. Algjörlega. Þannig að svo er líka annar faktor að sólaraflögur eru að verða ódýrari og ódýrari með tímanum og eins og ég segi, þá ertu með þessa 2 driving faktora að orkukostnaður er búin að vera að falla fyrir sólaraflögur og með kostnaðan að senda hluti game sem er að falla. Þannig að á einhverjum tímapunkti geta make a sense. Einmitt. Fyrsta sem ég dettur í hug er að það geta náttúrulega verið mjög erfitt ef eitthvað bilar eða eitthvað þarf að gera við. Já, þú getur ímyndað þér hvað það kostar að senda rafvirkja út að stinga ykkur aftur í samband. Það er 7 ára þjálfun áður en að má leggjast það. Einmitt, þú eru náttúrulega að senda út geimfara. Já. Eða, svo er spurningin, með þróun gervigreindar og vélmenna, getur verið með sjálfvirka viðgerðir í gangi eða einhvers konar vélmenna viðgerðir. Bara einn Optimus sem er bara í hleðslu og bara stendur upp þegar þarf að gera eitthvað. Já, en sko,
Þetta samt ekki eins fullkomin hugmynd og þetta hljómar eins og, ég veit að hljómar eins og þessu engi gallar. Það hljómar ekki eins og þessu engi gallar. Mér langaði með að spyrja, hverjir eru helstu gallarnir? Hvað er verið að pæla í og hérna? Sko, eitt sem að svona áhugamenn gaming og geimheilsfræði eins og ég sjálfur pæla strax í og þetta er það sem ég sé umræðina líka svolítið það er kæling. Hérna á jörðinni, þegar þú ert með venjuleg gagnaver, ekki gervigreindar, þá kælur þú yfirleitt hluti með lofti. Þá kemur við inn með kalt loft eða kaldara loft allavega yfir heita örgjörva. Þeir grípa hitan og svo flytja hann í burtu. Því að loft getur verið flutt og orka þannig flutt í burtu. En fyrir gervigreindar gagnaver, þau eru svo miklu orkufrekari heldur en hefðbundni gagnaver að þar hafa þeir meira og minna þurft að vera með vatnskælingu. Já. Sem gæti verið flókið að gera í geimnum. Þú verður það að flytja með þér eða flytja eitthvað efni með þér til þess að flytja þér burtu ef þú ætlar að vera með vatnskælingu. Eða vera með ógeðslega langt rör. Já, ok, þannig við erum komið ógeðslega langa snúru sem lafi til jarðar og svo með útrúlega langt rör. Ok, ég sé eiginlega enga galla við þetta. Nei, það er rétt eins og þú segir, þú þarft að flytja vatnið upp í geim. Ef þú ætlar að vera með vatnskælingu. En það er ekki samt nóg, af því að sko þegar þú ert með vatn hérna á jörðinni, að þá til þess að kæla vatnið, af því að sko þú lætur að grípa sér hita og þú hendir ekki endilega bara beint út í læk aftur, heldur oft þá leifir vatnið að gufa upp og við uppgufun þá kólnar vatnið. Þú myndir náttúrulega ekki gera þetta út í geim, þá ert að missa vatnið og þú ætlar að leifa það að gufa upp út í geimin. Þannig að nema þú ætlar að vera konstantli að senda út eldflaugar fullar af vatni til að fylla á. Eiginlega eini kosturinn sem er í boði er geislun. Það er að segja, að reyna að koma eins miklum hita og þú getur fyrir á ákveðnum svæðum þar sem að heitir hlutir í rauninni gefa frá sér orku með geislun. Þú þarft að hafa rosalega stórt flatamál fyrir þetta og svo þarft að flytja hitan frá örgjörunum að svæðin, að þessum í rauninni ofnum sem að geisla frá sér hitan með infrarauðu ljósi. Og þetta er mun hægara prósess líka heldur en að vera bara með kalt vatn sem kemur inn og tekur með sér hitan. Þannig að þetta er rosalega stór áskorun allavega eins og ég skil það. Málega er nefnilega fólk átt að sig á því að þó að geimurinn sem slíkur sé kaldur, að þá er hann ekki góður í að flytja varma. Einmitt. Mér skilst til dæmis að það sé frekar mikið vandamál að kæla geimfara þegar þeir fara í geimbúninga. Af því að þeir líkaminn þeirra framleiðir hita og svo helst sá hiti bara svolítið inn í búningnum af því að það er ekkert kalt loft í kringum geimfaran að leiða loftið í burtu. Mótið þessum hita. Já, þannig að það er, þú veist, en ég minna að þetta er áskoranir sem hafa verið leystar, þú veist, alþjóðlega geimstöðin er ekki bara 70 gráður að innan, ekki segjast yfir sig. Nei, ég veit. Þannig að það er hægt að kæla hluti í geimnum. Já. En við erum að tala um svo gífurlega mikla orku, við erum að tala um að þeir eru að tala, þú veist, einhver margra megavatta eða gigavatta gagnaver í geimnum, rosalega mikil orka, þannig að þetta verður ein áskorun. Rosalega kælingu, já. Svo er önnur áskorun sem þú myndir kannski ekki búast við og það er gagnaflutningur. Einmitt. Það er að, sem sagt, þegar þú ert hérna á jörðinni og flytja svona gífurlegt magna af gögnum, þá ertu eiginlega alltaf með þetta í einhvers konar tengingu með snúru, hvort sem það er ljósleiðari eða LAN eða eitthvað sem flytur svo miklu hraðar heldur en þráðlaust. En það er náttúrulega ekki boðið að vera með neitt annað en þráðlaust út í geim. Algjörlega. Þannig að þá þarftu einhvern veginn að flytja, þú veist, heilu gigabætin eða terabætin samfellt frá þessum stöðum til þess að hlaða upp þjálfunargögnum eða þú ætlar að þjálfa í geimstöðinni. Já. Eða vera að streyma gögnunum inn og út sem þú ert að nota í inference, þannig að þetta er önnur stór áskorun. Þetta er mjög stór áskorun. Eitt sem kemur samt svona aðeins til móts við þetta er að eitthvað sem við höfum séð með gervigreindina er að hraði í allavega inference skiptir minna máli heldur en í hefðbundum hugbúnaði. Já, allavega í sumum tilfellum. Stundum má inference alveg vera ógeðslega lengi. Já. Þú veist, ef þú ert að setja upp verkefni sem að mun taka kannski hálftíma, klukkutíma að leysa, þá má það alveg vera 5 sekúndur í viðbót. Einmitt. En ef þú ert að reyna að tala við gervigreindina í svona voice call, þá viltu fá svar á eðlilegum tíma. Þú vilt ekki bíða í 10 sekúndur eftir svari. Og þú vilt ekki fá heldur bil á milli orða sem er ónáttúrulegt. Einmitt. Þannig en fyrir hluti eins og deep research eða thinking, reasoning líkön, að þá eru einhverjar, þó það myndi bætast við 10 sekúndur
í bara delay á meðan að gögn að ferðast milli staða að það væri, í rauninni myndi fæstir taka eftir ef að bara notendaviðmótið væri að gera ráð fyrir því, sko. Já, sko, svo einn annar faktor í þessu sem mér finnst allavega virka eins og flækir máluna þess, að það að hérna á jörðinni, þú ert búin að tengja þig við raforkukerfi og þú ert búin að byggja húsnæði og gera alla þessa hluti og segjum að þú ætlir svo að uppfæra búnaðinn. Þú ert komið allt í einu eftir 2 ár og það er komin betra hardware sem að getur keyrt mun hagkvæmara eða leyst í raunum, það er að segja bæði leyst meira fyrir sömu orku eða í rauninni bara þú veist, leyst meira þó að það sé líka meiri orka. Bara einhver geggjuð uppfærsla. Já, sem að gerist mjög reglulega. Það er ekki djóka að fara út í game að uppfæra allan búnaðinn, en þá ertu samt ekki að þurfa að fara aftur út með sólarpanelina. Nei. Og þú ert ekki að þurfa að fara aftur út með alla græðurnar sem þarna. Þannig að þú gætir vissulega uppfært, en ég held að uppfærslukostnaðurinn væri aðeins meiri heldur en á jörðinni. Já. Ertu að sjá þetta meira fyrir eins og gervihnött eða meira eins og bara Space Station? Sko, ein teikning sem ég sá sýndi sem sagt svolítið geimstöð, mætti segja, þar sem að miðjan á því var þar sem að útreikningarnir eiga sér stað og svo er risastór fleki í kringum það af sólarpanelum og þetta var svona nokkurn veginn eins og ferningur í laginu og mér skilst þetta hafi verið 4x4 kílómetrar á stærð. Það var einmitt það sem að næsta spurning mín átt að vera, eru bara gagnaver í dag eru rísastór og ég tala nú ekki gervigreinda gagnaverin sem að eru bara einhver ferkílómetrar á stærð. En pældu samt í að sú stærð yfirleitt held ég án þess að taka til þetta stærra en á orkuframleiðslunni. Þar ertu að gera ráð fyrir að stinga henni bara í samband við eitthvað svona kerfi, kannski með sólarpanel á þakinu. En svo er líka annað þáttur, að þú getur tæknilega náttúrulega geimnum byggt í 3 víddir með öðrum hætti heldur en á jörðinni, en hvað sólarpanelina var þá getur það náttúrulega ekki eins auðveldlega byggt í 3 víddir af því að þá varpaði skugga á hina panelina. Þannig að, en svo var einn sniður YouTuber, Scott Manley, sem var mikill svona game áhuga maður. Hann benti á að þetta Sun Synchronous Orbit, sem að ég ætla ekki eins að reyna því yfir á íslensku, þar sem að þú ert alltaf eiginlega í sólinni, nema, þú veist, akkurat á einum tímapunkti á árinu þar sem að jörðin þarna fer fyrir og eða þegar að tunglið fer að öðru hvoru fyrir, að þetta er frekar vinsælt sporbaugur í rauninni. Þetta er vinsælt svæði til þess að vera með gervihnetti. Eðlilega. Og það er að segja að þegar þú ert með svolítið umferð á þessu svæði og þú ætlar svo að fara að tróða ykkur sem er 4x4 kílómetrar á stærð inn á svæðið, þá fer að vera séns að allir hinir þurfa annað hvort að færa sig frá eða fara í kringum því að þú ert ekki bara að færa þessa stöð í kringum einhverja litla gervihnetti. Þannig að allir aðrir þurfa svolítið að víkja. Þurfa að fara að koma bara eða klessa bara á. Við þurfum bara að fara að fá flugumferðarstjóra í geiminn, sko. Sem held ég nú þegar alveg. Það er nú þegar eins og alþjóðlega geimstöðin. Ef að hún, ef að NASA sér fram á að það sé gervihnöttur sem kemur innan við ákveðin radíus við geimstöðina, þá biðja þær þann aðalega að færa það ef þeir eru með eldsneyti til þess að færa hana, því að það er líka í takmörkuðu magni. Eða þá að þeir, ef þeir neyðast til þess, færa bara alþjóðlegu geimstöðina frá. Og þá kannski gera þetta með alveg margar daga fyrirvara, bara íta smá við henni, þannig að eftir dag þegar hún hefði verið á sama svæði, að þá er hún bara komið 2 kílómetra í burtu, eða lengra. Heldur að þessir geimflugumferðarstjórar fara jafnótt í verkfall og flugumferðarstjórar á Keflavíkurflugvelli? Sennilega oftar. Nei, en sko, það er kannski, ég veit ekki hversu mikið vilja fara í það, en hefur heyrt fyrirbæri sem heitir Kessler syndrom. Nei. Þetta er sem sagt eitthvað sem getur gerst í geimnum ef það fer af stað árekstur sem býr til milljón litla byssukúlur af brotum úr þeim gervihnöttum sem kannski ráku saman. Og hvað gerir svo við þessar byssukúlur? Þær rekast í aðra gervihnetti sem að splundra svo og verða að öðrum milljón byssukúlum og þetta verður keðjuverkun. Þegar þú komið ákveðið mikið af efni
á svona ákveðið þröngu svæði í geimnum, þá ertu alltaf svona ögra því að þessi keðjuverkun fara af stað. Já. Og þegar þú ætlar að fara út með eitthvað sem er 4 kílómetrar, sem er 4 kílómetrar á stærð, þá eykur líkunar á fyrstu árekstrunum og þegar það eru komna byssukúlur á stað í þessum sporbaug, að þá er þetta risastóra skotmark náttúrulega líklegt til þess að verða aftur svo seinna fyrir öðru. Þannig að þetta er eitthvað annar, þú veist, það eru alls konar svona ný vandamál sem að, þú veist, þessi fyrirtæki eða vísindamenn standa frammi fyrir og fullt af skemmtilegum pælingum hvernig þú díla við þetta. Nota leysera til þess að ýta ögnum lengri í burtu eða senda út geimskullur sem eru með net sem í rauninni bara reynir að grípa þessi game-sóparar. Já, í rauninni bara game-tiltækt. Og það eru sko, held ég, annað lög eða svona best practices í því að senda út gervihnetti þar sem að þú gerir ráð fyrir á einhverjum tímapunkti þarf gervihnetturinn aftur að koma til jarðar. Hann fær bara ákveðin tíma í geimnum, þú getur framlengt en þá getur þú veist að senda áfyllingu á eldsneyti og eitthvað, af því að þó að þessi rosalega lítið af ögnum svona hátt upp í geim, þá er alltaf rosalega lítið andrúmsloft sem að hægir á hlutum hægt og rólega. Á endanum, ef þú ert ákveðin nálægt í svona low earth orbit, eins og að kalla, þá myndi alltaf smám saman sökkva niður til jarðar á endanum. Já. Er þetta komið nafn? Þessi pæling, þetta verkefni? Það eru nefnilega mörg svona verkefni sem við erum að skoða. Það Google er með Project Suncatcher, þar sem þeir eru að stefna á sko 2027. Og við erum að tala þetta er ekki eitthvað svona sci-fi koncept sem er að leika með það. Þeir eru bara með verkefni þar sem þeir ætla út í game með gagnaver. Og Google ætlar einmitt með sín TPU chips út í game sem við höfum einmitt rætt aðeins áður, mjög cool. Svo er líka Blue Origin og SpaceX að pæla í þessu. Náttúrulega SpaceX, Elon Musk er náttúrulega með hagsmuni í gervigreindamálum og með sín eigin gagnaver og á sitt eigið eldflaugafyrirtæki sem er í rauninni besta eða svona ódýrasta og öflugasta eldflaugafyrirtæki í heiminum. En Jeff Bezos, annar rosalega ríkur kall, er líka með gagnaver. AWS, náttúrulega einna stærstu gagnavera fyrirtækjum í heimi og svo er hann með Blue Origin sem er ákveðin samkynnisaðili við SpaceX. En Elon Musk svolítið á undan með SpaceX. Þannig að þessi fyrirtæki eru öll actually að pæla í þessu og hann Musk sagði fyrir stuttu að hann telji að eftir svona 5 ár hann náttúrulega er ekki góður þegar kemur að því að spá fyrir hversu langan tíma eitthvað tekur en yfirleitt þegar hann spáir eitthvað svona þá gerist það bara kannski ekki eins fljótlega og hann bjóst við. Nei, hann er yfirleitt bjartsýnari en maður en Musk spáði eftir 5 ár verði gagnaver í geimnum ódýrasti kosturinn. Og þá auðvitað myndur þú gera það af því að þetta er orðið svo ógeðslega dýrt. Annað atriði sem að fólk vanmetur í flækjustíð þess að byggja gagnaver er compliance. Þegar þú byggir eitthvað út í geimnum, þú veist, þá þarftu eiginlega ekki að biðja leyfi á sama hátt. Þetta er svolítið vilt af vestri. Það er enginn sem skráður fyrir geimnum. Já, einmitt. Og þú veist, sum lönd hafa einmitt verið að koma fyrir hlutum sem að henta öðrum ekki og bara spurðu hvorki kongni prest. Þetta gæti orðið mjög spennandi að fylgjast með bara líka pólitísku málunum í kringum þetta á næstu árum. Þetta er í alvöru orðið eins og sci-fi bjómynd. Sem er gaman fyrir sci-fi nörda eins og mann sjálf. Heldur betur. En já, mér finnst þetta mjög áhugavert. En þetta er samt ekki eina skrýtna svona gagnaveru konseptið sem hefur verið prófað. Nei, einmitt. Og þú veist, þú ætlar að segja mér, er það ekki frá einu... Já, þetta myndi mig svolítið á eitthvað sem heitir Project Matic sem er frá Microsoft. Það er þetta ekki í gangi lengur. Nei. En þau prófuðu fyrir nokkrum árum síðan að setja neðansjávar gagnaver í rekstur. Þannig að þetta er bara sama konsept, gagnaver, en af hverju myndir þú vilja setja það í sjóinn? Einmitt. Þau tóku sem sagt, og það er kannski að taka fram að þetta var rannsóknar- og þróunarverkefni. Þetta var ekki gagnaver sem þeir voru að græða mikið peninga og... Nei, þetta fór aldrei í eitthvað hagkvæma rekstur. En þau komu fyrir gagnaveri í rauninni bara mannlausum kafbáti og skelltu á botninn. Helstu rökin fyrir að gera þetta var kæling
að nota sjóinn sem kælingu. Ok, það bara verið að gera allt nema að koma til Íslands. Já, það helsta. Þau töluðum að einn kostunum við þetta hafi verið hvað sem sagt hitastigið var stabílt. Já. Það hækkar og lækkar hraðar á landi heldur en ofan í sjó. Já, satt. Þannig að það var meiri fyrirsjáanleiki í hitastigi. Ég er líka ekki viss Íslendingar myndu vilja hafa gagnaver upp á Vatnajökli eða álíka. Þar sem að þeir geta treyst á kulda konstant. Fer eftir hvað Íslendingur spyrð. Já. Svo var náttúrulega bara alls konar kosti sem fylgir svo líka eins og bara að það er ekki ryk í sjónum. Já. Þannig að það er lítil eldhætta af því að þegar það kveiknar í gagnaverum þá er það yfirleitt út af ryki. Ekkert ryk í sjónum, mér finnst það er gott teik. Já. Ekkert ryk inn í gagnaverinu. Nei, ekkert ryk inn í lokuðum kafbáti sem er aldrei opnaður. Okay. Þannig að það minnkar eldhættu, það er líka bara svona kostur við þetta er að það er engin mannleg traffík þarna. Þannig að það er engin að fara að gera mannleg mistök. En náttúrulega helsti gallinn alveg svo í geimnum er viðgerðir þegar það þurft að gera eitthvað eða uppfæra. Já, ég hefði haldið að einn af helstu gallinn væri bara að sjórinn er óreiðu svæði. Þú stjórnar ekki hafstraumum og þú stjórnar þig ekki ef það koma milljón hrúðukallar og festa sig utan á gagnaverið þitt og blokkera hurðina sem þú nota til að komast inn eða skip þurfa stanslaust viðhald og bryggjur og allir sem liti það þarf að sinna þessu eða byggja þetta til þess að endast. Og þetta þurfti náttúrulega stanslaust viðhald en það var þetta fyrsta útgáfa og ofan í sjónum og þau voru stanslaust að nota krana til þess að toga þetta upp og gera við. Wow. Ég held að sjóstraumurinn hafi ekki verið mikið það var alltaf hvergi minnst á það. Nei. Og það leit út fyrir að hann væri alltaf í sömu höfn, hann var frekar nálægt ströndinni. Já. Það myndi sem þetta ekki sitt í Reynisfjöru eða eitthvað? Nei, og þetta er ekki kafbátur sem flýtur eða er í lausu lofti, sko. Hann lá alveg á botninum og var alltaf bara á sama stað og svo var hann dreginn upp með krana þegar það þurfti að gera eitthvað við og svona. Wow. Og vá hvað hann var skítugur þegar hann kom upp. Ég trúi því. Það var bara allt út í einhverjum þörungum Þegar þú sagðir að það er ekkert ryk í sjónum og þú segir já, en það er alls konar skítur og óhlýningur. En ekki ryk. Að því sögðu þá er ekki öll neðansjávar gagnaver það er ekki búið að leggja niður öll neðansjávar gagnaver af því að Kína er ennþá með 2 verkefni í gangi sem eru svipuð og það er svo sem ekkert eitthvað meir það að segja en þetta er við suðurströnd Kína að það er verið að prófa 2 gervigneta gagnaver neðansjávar með svipuðum aðferðum að nota sjóinn til þess að kæla Það var eitt sniðugt verkefni sem ég sá glitta eitthvað á netinu sem var held ég að tala ekki staðar í Norðurlöndunum, hvort það var Danmörk eða Svíþjóð, að þá væri verið að skoða byggingu gagnavers fyrir upphitun vatns í rauninni hitaveitu. Ógeðslega sniðugt, ef það gengur upp. Að því, ef við myndum byggja gagnaver hérna á Íslandi, nógu nálagt þéttbýli og þeir væru að kæla með vatni og þó að það væri lokað kerfi með vatni sem væri ekki hægt að nota sem neysluvatn, þá getur við nota varmaskipta til þess að flytja þann hita svo yfir í hitaveitu kerfi og jafnvel bara bætt þessu við sem öðrum orkukost á svæðinu, nota glatvarman hana. Spurning hvort að vatni er það endilega nógu heitt, en ég meina ef ekki fyrir annað en snjóbræðslu að þá væri hægt að nýta hitan betur heldur en bara að reyna að losa sig við hann. En svo veit ég til dæmis að það hefur oft verið rætt akkurat þessa hugmynd í tengslu við álver og þekkjandi það mál aðeins svona betur að þá veit ég að það eru svo mörg issues sem það pæli þarna. Reyndar álver, svo ég veit, eru meira og minna ekki, þau eru ekki vatnskæld, þetta er loftkæling og það er reynt að hafa hana nokkuð passífa þannig að þú þurfir ekki einu sinni að hafa virka viftur, heldur bara hönnun skálans þannig að hann dregur inn loft. En það að fara að bæta svo við lögnum og öllu þessu, það er gífurlegur kostnaður og vesen og fyrirhöfn og svo örugglega endalaust á svona compliance atriðum sem þarf að passa upp á og svo ef þetta fer að vera eitthvað sem gæti trufla rekstur, þá þarf fyrirtæki að pæla í því hvort að það sé þess virði að gera þetta. En ef þú ert að annað borða hita vatn af hverju ekki nota það? Með gagnaveri, þá hljómar það eins og þessi. Betri hugmynd allavega. Erum við ekki ennþá því að við viljum fá eins mörg gagnaveri til Íslands og hægt er það? Maður spyr sig. Ég hef verið svolítið, ég hef rokkað fram og tilbaka.
Já, að því leiti að þetta eru auka viðskipti, þetta er peningur sem streymir inn í landið að einhver leiti, skapar einhver störf og það. En svo hefur maður heyrt líka áhyggjur almennings á svæðum þar sem að þar sem að í rauninni gagnaver að drekka í sig svo mikla orku að raforku sali á svæðinu keyrir verðið út af því að það er orðið svo mikið samkeppni sama rafmagn. Þannig ég held að Íslendingar væru þannig sé glaðir með auknu viðskiptin, en ég veit ekki hvort almenningur sáttu með að ef þetta myndi keyra upp raforkuverð. En svo bara spurning, erum við með nægilega mikla orku eða er ykkur önnur starfsemi sem að kannski ef hún myndi leggjast niður væri hægt að nota þetta fyrir aðra kosti, en við erum náttúrulega ekki bara með mikla orku, við erum með hreina orku sem að getur verið ákjósanlegt fyrir fyrirtæki, kannski myndi Mistral vilja taka evrópsku leiðina og tala sjálfbærari gervigreind. Henda einu grænu laufi fyrir aftan logoðið sitt og vera umhverfisvæna gervigreind. Smá greenwashing. Já, en svo hefur náttúrulega líka bara eins og Landsnet varað við því að raforka bara af skornum skammti hérna. Það gæti verið að hún einfaldlega bara þessi of mikil eftirspurn. Já, það er að segja að raforkukostirnir, þeir eins og ég allavega skila eftir reynslu í orku- og veitugeiranum. Þeir eru margir en þeir eru misjafnlega góðir. Sumir dýrar en aðrir og þú kannski myndi gera borholu hér, fá heitt vatn fyrir svæði, en miðað við kostnað þá skilaði hún kannski töluvert minna heldur en seinasta hola sem þú gerðir og þú byrjar kannski efst á listanum fyrir þær sem eru aðgengilegastar og getur framleitt flesta sekúndulítra eins og það talaðum. En við náttúrulega erum smám saman að virkja fleiri og fleiri svæði og þar af leiðandi ættu kostirnir að vera dýrari með tímanum nema þessi ný tækni sem að nýtir það betur eða einhver aðra forsendur breytast eða við uppgötum einhverja nýja kosti. Eða eftirspurn hrynur þegar eitthvað álver leggst niður. Já, og svo náttúrulega fylgir því að virkja meira oft ákveðin mótstaða frá almenningi. Það er ekki vissum að það væri allir par sáttu við það ef það væri verið að fara að virkja Krýsuvík eða einhver svæði þar sem að Það eru örugglega bara mjög margir sem var ekki sáttu við það. Já, jafnvel 2 eða 3. Eigum að segja þetta gott með gagnaverin? Ég held það. Það er spurning, náðu að hafa þetta stuttan þátt eða? Það fór held ég aðeins lengur heldur en við byggumst við. Já. Brilliant.